Nei, ég sé þú smeltir á þetta, sem þýðir að þetta vakti athyglina þína. Nú, því þetta ekki venjulegur þáttur, því þetta þrælaverslun yfir Atlantshafi. Þetta Emil Steinar og þú ert að hlusta á innri huga íþróttarinnar. En ég ætla ekki að segja þér frá neinum íþróttum, ég ætla að fara með þér í gegnum sögu þrælaverslu. Arfur þrælasölunnar. Þrælasalan yfir Atlantshafið sem stóð í 400 ár almennt talin glæpur gegn mannkyninu. Pælið í þessu fólk. Þrælasala yfir Atlantshafi fyrir 400 árum var talin glæpur gegn mannkyninu, sem alveg rétt. 12 milljón karla, kvenna og barna voru seld mansali og flutt eins og hverjar aðrar vörur undir þiljum á skipum frá Afríku og til nýlendna í Norður- og Suður-Ameríku. Þannig 12 milljón karla, kvenna og barna voru seld mansala og þeim var flutt frá Afríku til Norður- og Suður-Ameríku, þar sem Bandaríkjamenn notuðu þetta fólk sem sína vinnumenn og þjóna. Og ég verð því miður bara að segja þetta, gott fólk, að þetta ennþá notað í dag. Það farið illa með Afríkubúa og fólk með dökka húð, ég ekki reyna rasisti, það alltaf verið að beita þeim bara ofbeldi og mér sjálf finnst að við ættum ekki að gera það. Við eigum að koma fram við aðra eins og við viljum að þeir koma fram við okkur. En gaman það. Ár hvert 25. mars alþjóðlegur dagur til minningar fórnarlömb þrælahalds og þrælasölunnar yfir Atlantshafi. Þá þeirra minnst sem létust og þjáðust vegna þrældóms og mansals. Þannig alltaf 25. mars erum við að minnast þeirra sem létust og þjáðust vegna þrældóms og mansals, sem mér finnst bara flott. Einnig alþjóðlegur daginum ætla að vekja fólk til vitundar hættuna á kynþáttahatri og fordómum í dag, sem alveg rétt. Það að reyna að segja fólki að hættuna á kynþáttahatri og fordómum í dag, eins og það alltaf að ráðast á svart fólk, og að því að við höldum að þeir sé að taka okkar land, sem ekki rétt. Og þá erum við með kynþáttahatri og fordómum gegn þeim, að þeir eru eitthvað öðruvísi en við, en svo kemur ljós að þau eru ekkert öðruvísi en við, þau eru bara alveg eins og við. Við eigum þá bara að koma vel fram með þau. En svo skemmtilegt til að ég á afmæli 25. mars og ég vissi ekki af þessu, svo það gaman að vita því. Það sem ég að meina að það sé gaman að vita því að ég vissi ekki að alþjóðlegur dagur til minningar fórnarlömb þrælahalds og þrælasölunnar væri að sama dag og ég átti afmæli, sem mér finnst bara æðislegt, því ég vil alveg deila mínum degi með öðrum líka. Já. Þrælahald hefur viðgengist frá örófi aldra. Þrælahald hefur viðgengist frá mörgum árum, en í byrjun 16. aldar hafði þrælahald verið afnumið í Vestur-Evrópu, en þá komust landkönnuðir að því að þrælahald og sala ríkti góðu lífi þar. Portúgalarnir sáu ofsjónum við því að ábatasöm viðskipti væru í höndum þrælasala sem játuðu íslamsk trú, en þrælar voru einnig notaðir í Afríku í afrískum konungdæmum. Sem ég skil náttúrulega alveg vel, en eins og ég sagði, í byrjun 16. var þrælahald afnumið í Vestur-Evrópu,
sem náttúrulega landkönnu komast að því að það reykti góðu lífi. Það sem ég að meina að þeir sáu hvað var að fara illa með þræla og okkur að vera að selja þeim fyrir að vera að misnota þeim. Konum voru nauðgaðar, þrælakonur voru nauðgaðar meina ég, að meðan karlarnir voru látnir horfa í hina áttina og bara sína vinnu. Og að náttúrulega að viðskipti var í höndum þrælasana sem játu íslamstrú, en þrælarnir voru einnig notaðir í Afríkum konungdæmum, sem þýðir að þrælasanir voru íslamstrú og þá áttu þrælarnir líka að vera það. En hvað með það? Á eftir Portúgölum komu Spánverjar, Frakkar og Bretar, Þjóðverjar og Hollendingar og Danir. Allir tóku þessar þjóð þátt í þrælaverslun. Tóku þátt í þrælaverslun yfir Atlantshafi. Skrítið að aldrei hafa heyrt þetta, skrítið að hafa ekki heyrt það núna. Þetta náttúrulega mín orð, af því ég hef aldrei heyrt þetta að Spánverjar, Frakkar og Bretar og Þjóðverjar og Hollendingar og Danir höfðu allir verið að taka þátt í þrælasölunni. Í þrælaverslunum meina ég, yfir Atlantshafi, sem mér finnst náttúrulega skrítið því ég hef aldrei heyrt það. En hvað með það? Þrælahald var nú viðurkennt sem sjálfsagður hluti af því að nema lönd í Ameríku. Var ólíkt útlit og menning notuð til að réttlæta að neppa Afríkubúa í þrældóm. Það sem verið að tala þarna að þrælahald var viðurkennt sem sjálfsagður hluti af því að nema lönd í Afríku eftir nöfn á fólki eins og Kristján Kólumbus fann Suður- og Norður-Ameríku, sem náttúrulega ekki rétt af því að Indíánar fundu Ameríku undan Kristófer Kólumbus, en við erum náttúrulega ekki að tala hann. En hann var í þessari þrælverslunarsölu, hann var með þræla, það sem ég reyna að segja. Kynþáttahattur var ekki eina rót þrælasölu, en þjófnaði sem afsökun fyrir henni. Það sem verið að tala að kynþáttahatturinn var ekki eina rótin af þrælasölunni, heldur var þjófnaði sem afsökun fyrir henni. Það sem verið að tala að við sem horfum Afríkubúa sem þjófa og við erum alltaf að láta þá fá sökina fyrir því að stela. Og sem náttúrulega rangt að þetta bara saklaust fólk. Saklaust fólk ég að meina. Við eigum ekki bara að segja, þessi þarna í bólnum þarna, í hvíta bólnum, hann var að stela áherslu af þessum borð þarna. Mér finnst að þetta bara að lifláta hann, sem náttúrulega ekki rétt. Það má ekki bara segja að þessi gerir þetta og svo kannski kemur ljósið búinn að drepa greið manninn að hann gerði ekki neitt af sér. Hvað með það? 70% af þrælana unnu í sykuriðnaðinum. Innfæddir duguðu ekki til vinnu við sykurinn því þeir létust af völdum sjúkdómum, ofbeldis og þrælkunar. Það sem verið að tala þetta að 70% af þrælunum unnu í sykuriðnaðinum, en innflytjendur dugðu ekki til vinnu við sykurinn því að þeir voru að deyja úr völdum sjúkdómum, ofbeldi og þrælkunar. Sjúkdómum eins og spænska veikin, hundaæðin, margt verið sjúkdómar, lífshættulegir meira að segja. Afríkubúar voru seigaðir meina ég, og tóku við hlutverki þeirra. Hagvöxtur í Evrópu á þessum tíma átti stórum hluta rætur að rekja til vinnu afrískra þræla. Það sem tala þarna að Afríkubúar voru seigaðir, sem ég náttúrulega veit ekki hvað en ég held að það þýðir að þeir voru
látnir í þessa vinnu eftir að hinir létust og tóku hlutverki þeirra við að vinna úr sykur. Til dæmis eins og súkkulaðibaunum, kaffibaunum, að vinna úr því, úr sykur. Hvað með það? Af þeim 12 milljón Afríkubúa sem seldir voru mansali þvert yfir Atlantshafi talið að hafa verið 1,5 milljón hafi látist af skipsfjöl af völdum harðræðis, hungurs og sjúkdóma. Það sem að vera að tala að 12 milljón Afríkubúar sem seldir voru mansali þvert yfir Atlantshafi hafi verið talið 1,5 milljón þeirra hafa látist á skipfjöl af skipsferðum út af völdum harðræðis, gæti verið ofbeldi, vegna hungurs, þeim var ekki gefið að borða og sjúkdómum sem náttúrulega enginn vissi neitt á þessum tíma. Eins og ég sagði, hundaveikin, svartaveikin, til dæmis spænska plágan, hún drap helling af fólki, það létust margir í því. Önnur af Afríkubúunum, 15% létust á fyrstu tveimur árunum. Til viðbótar voru 6 milljónir seldir í þrældóm til Austurlands og 8 milljónir innan Afríku. Það sem tala þarna að 15% létust á fyrstu 2 árunum og til viðbótar voru 6 milljónir seldir í þrældóm til Austurlands og 8 milljónir innan Afríku sem þýðir að þessi 15 manns létust við þetta og voru það 6 milljónir í þrældóm í Austurlandi, það létust þar 6 milljónir og 8 milljónir létust innan Afríku, sem náttúrulega segja okkur hversu mikið það en þetta allt sem ég ætla að segja ykkur hérna, svo ef þið viljið heyra meira frá mér, ekki hika við að hafa samband við mig. Þetta hann Emil Steinar og þið voru að hlusta á innri huga íþróttarinnar, sem við náttúrulega vorum ekki að tala með íþróttir, heldur við vorum að tala þrælaverslun yfir Atlantshafi. Ég vil bara þakka fyrir hlustendum í dag og ég vona að við heyrumst bara fljótlega aftur. Við bara sjáumst næst. Bye bye. Jæja fólk, þetta var ég að kynna fyrir ykkur þrælaverslun yfir Atlantshafi. Ég ætla að vona að ykkur hefur fundið þetta fræðilegt og fyrirgeðu að ég stama allan tíman en ég bara svona því miður. Ég vildi bara enda með þessari setningu að við eigum öll líf. Enginn okkar ætti að þola þetta sem ég var að kynna ykkur fyrir. Þrælasala og bara ásaka fólk fyrir þjófnað. Við erum vitug, við erum klár, við erum ekki vitleysingar, við eigum að koma fram við alla eins og allir vilja koma fram við komum fram við alla eins og við viljum að þeir koma fram við okkur. Mér finnst að við ættum að sýna þessu fólki smá tillitssemi. Þetta fólk að reyna að komast áfram í lífinu og meðan við erum bara að sýna fordóma og kynþáttahatur að þau eru kannski með öðruvísi lit á húð en við, þau tala ekki saman tungumál og við, en þetta fólk kemur frá sama stað við, jörðin. Þótt sé ekki frá sama land og við, því það ekki að við ættum bara að hafa fordóma og kynþáttahatur fyrir því að þeir séu eitthvað öðruvísi en við. Ég vil bara láta ykkur vita að ég vil sjá að við komum fram betur við þetta fólk í framtíðinni. Ég vil að bara hætta þessu fordómum og kynþáttahatur
og ofbeldi, við eigum ekki að beita ofbeldi að því að einhver segir, já þessi gerir þetta, þessi gerir hitt, en það ekki þannig. Við bara komum fram með þetta fólk eins og þau komum fram með okkur. Ef þau segja góðan daginn, þá segjum við góðan daginn tilbaka. Ef þau halda hurðinni opin fyrir okkur, þá segja þeir, gjör svo vel, og þá segjum við takk fyrir. Við erum ekki bara að segja, æi, þegi þú hana, blökkum maður astniðin, og svo heimskur að þú svartur, og nefnum líka ekkert við þig að þú svartur. Það ekkert þannig. Við erum bara komið fram eins og þau komum fram með okkur, þau eru kurteis við okkur, það við verðum kurteis við þau. Ef við byrjum eitthvað slagsmál við þeim, beita þeim ofbeldi, þá gera þau það tilbaka, af því þau veit ekki hvað þau gera annað, af því við erum bara að koma að þeim. Við eigum bara að vera gott við það fólk, við eigum að sýna tillitssemi og við eigum að njóta þessa stund sem við höfum. Hvað vitum við hvað í framtíðinni? Kannski erum við ekkert öðruvísi sem allir aðrir. Ég vildi bara segja ykkur þetta fólk. Þannig að ég kannski sé ykkur kannski næst. Ég vil bara enn og aftur þakka fyrir að hafa hlustað á þessa kynningu hjá mér, og ég ætla bara að vona að við sjáumst bara í framtíðinni. Þetta Emil Steinar og þú varst að hlusta á Innri huga íþróttarinnar, og ég sé ykkur næst. Bye bye.